Góðan dag, kæru áhorfendur, verið velkomin í spjallið með Frosta Logasinni. Gestur minn í dag Snorri Másson, frambjóðandi Miðflokksins. En áður en við vindum okkur í það, vil ég hvetja ykkur eindregið til að fylgja broadcasti á samfélagsmiðlum. Við erum á Instagram, Facebook og x.com og YouTube mjög gott að subscriba hérna fyrir neðan. Þannig að þið fáið meldingar í hvert skipti sem að viðtöl kom út frá okkur. Við erum að framleiða ógrynniga viðtölum í hverju einustu viku og ég hvet ykkur eindregið til að vera með. En við vindum okkur þá í viðtalið við Snorra Másson. Snorri minn, það gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Það búið að vera mikið fjör á þér undanfarnar vikur og já, það búið, sko, þetta framboðitt, ég ætla að segja bara hér, þegar ég sá þá vera að stekkja þig, voru fengnir til þess að koma þér á óvart, þeir, Sigmundur Davíð og Beggi Óla. Öll í miðflokknum. Já, leið, já, allir þingflokkurinn. Þá, þegar ég sá það, bara á einhverjum social media, þá hugsaði, það kom bara eins og bjalla bara hefði klungið í höfðun á mér. Þetta briljant hugmynd, Snorri Másson í miðflokkin. En segðu mig, hvenær kviknaði þessi hugmynd hjá þér? Það mjög erfitt kannski að festa fingur á það, sko, hvenær nákvæmlega svona hugmynd kviknar, sko. Hún kviknaði náttúrulega eiginlega hjá óvinum mínum, sko, sem voru alltaf að segja bara þessi gaur, hvað þetta næsti eitthvað svona þingmaður miðflokksins, skilur hvað við, það menn byrja á þessu mjög snemma, sko, með að segja, þetta hefur lengi verið svona, svo lengi verið fleikt í mann, sko, þetta er svona careful what you wish for dæmi, sko, ég ætlaði ekkert, sko, ég ætlaði ekki að gera neitt af því sem ég að gera, sko. Nei, það ekki. Eins og það ekki, sko. Þess að einkenningin svo að sko, þú sést svona maður sem planar langt fram í tímann. Já, svona fjórvítar skák. Já, og þú hafið hætt á stöð 2 og farið út í ritstjóran með þetta að leiðarljósi að gerast þingmaður í framhaldinu. Það var kannski plan Guðs, sko. En hann var að nota mig sem hylki. Ég get lýst í bara hvernig þetta gerist. Ég hætti á stöð 2. Það var bara vegna þess að ég fann ekki alveg að ég gæti einhvern veginn. Ég hurgla lýst í þessu hlaðarpi á þau, sko. Þetta er svona maður finnur bara að maður vill ekki, þú veist, ég vil ekki ganga alla leið í mínum málum að því ég veit bara, skilur, að það ekkert, ég nenni ekki að láta aðra bera ábyrgð á því. Þannig ég hætti því þar og þá hugsaði ég, ég ætla bara að fara, þú veist, mamma mín hefur verið með eitthvað svona ferðarþjónusturekstur, við höfum verið eitthvað svona braski og svo hef við sjálfur bara verið með eitthvað svona lítil skrítin verkefni hvernig sem þau hafa verið og ég hugsaði bara, ég ætla bara gera eitthvað allt annað en fjölmiðlun. Og það var raunverulega planið, sko, eftir að ég hætti. En síðan, sko, var ég á svona í starfsnámi í Þýskalandi, í Hamborg, þar sem ég var að vinna inn á fjölmiðli. Þeir voru, ríkismiðlinn þar, Norddeutscher Rundfunk heitir þetta, og ég var að vinna þar inni og ég var í svona mjög tengdur svona stafrænu deildinni, þar sem að, sko, Þýska ríkisútvarpið í vonum að halda lífi hefur í raun og veru fært sig af öllum þunga inn á miðlana, inn á TikTok, inn á Instagram, inn á YouTube. Í raun og veru bara, sko, tekur allt content sitt og bara hendir í þar inn alveg ókipis, rosalega svona stafræn áhersla. Þetta er bara mjög áhugaverð pólitík hjá þeim, sko, en þess að þeir hugsa, sko, ef við erum ekki þar sem fólkið þá hættir það að sjá okkur og það hættir að kunna meta okkur og þá komum bara stjórnvöldina sem muni geta þurrka okkur út, ekki það að svona stofnun eigi að hafa sjálfstæða hagsmuni, en þær gera það, eins og Ríkisútvarpið líka. Vissulega. Og þar fattaði ég, wow, þetta raunverulega það sem fólkið það inn á stafrænu miðlunum, fólkið að skrolla 4-5 tíma á dag, hvort sem það á Twitter og minn langsterkasti vettvangur í gegnum allt þetta dæmi hefur verið í raun og veru á Twitter, sko. Og þannig að, sko, þar ég og þá fer ég að gera það, þannig að það var í raun og veru svona sem vakti eiginlega ástríðu hjá mér gagnvart fjölmiðlun var þessi kveikja að, heyrðu, þú veist, það bara, og eins og ég fann alltaf að mörgu leyti með það sem ég var að gera í ritstjórunum, sko, að það var oft bara miklu meira, sko, miklu meiri dreifing en nokkurn mann, sko, innan Vísis, þó Vísir sé náttúrulega líka rosaleg miðstöð, sko, og rosalega valdamikið fyrirbæri. Akkurat, af því að þeir eru bara einn af þessum tveimur stóru. Já, og áferð tíðinda þar svona sannferðu, þetta er svona sannleikstilfinning sem maður á að hafa, skilur, það sem stendur þarna svona meira og minna staðreind, það er allan svona útgangspunkturinn, og
En nei, en hitt svona allt annað skrýmsli, þessi stafrænu miðlar, þú þekkir hvernig þetta sko. Það bara myndast einhver svona stemning í kringum einhverja færslur sko, og þá fara það bara á flug og fara út til samfélagsins og þá fann ég bara, heyrðu, þetta bara, þú veist, fyrir það sem ég að gera, sem bara gasa út frá mínum sjónarmiðum, út frá mínum bæðetirum, þá þetta bara jafn gott ef ekki betra. Og þannig að ég fann ástyrjur á þar og svo náttúrulega bara sko frétta umhverfið og fjölmiðlar umhverfið svo pólitískt þessa dagana. Það enginn í þessu hlutlaust lengur. Þetta bara orðið þannig að það ítast allir á einhverja hlið og sem gerist náttúrulega bara við mig sko. Og ég held að ef maður skoða fyrstu færsluna minna Rauðstjórn, þá var ég ennþá svona eitthvað að reyna að vera með svona líka einhver almenna fréttur og vera aðeins svona eitthvað, þú veist, sína báða hliðar en áður við sjá var ég bara svona að ranta, skilur. Og síðan maður bara eitthvað að hugsa, skilur, þú veist, ég var í viðtali að taka viðtal við, að því að ég tók þessa ákvörðun að fara í pólitík bara bókstaflega á nokkrum dögum eftir að þetta gerist hjá ríkisstjórninni. Já, eftir að sprakk. Já. Og ég var að taka viðtal í kringum það leyti, eða mögulega, örugglega bara í kringum það, eða aðeins fyrir, það var ég að taka viðtal í Jón Gunnar, sem þarna mjög skemmtileg maður, og ég var að taka viðtal við hann pólitík, og við vorum að ræða málin, og ég var að segja, þú veist, þetta mál eða þetta mál, og Jón Gunnar náttúrulega eins og hann alltaf bara eitthvað, já, bara það, þú veist, hann kemur að fjöllum í ákveðnum málum, en með bara mjög skýra sýn í öðrum málum, ég ætla ekki að taka það frá honum, en ég fann bara svona, gamli, heyrðu, ég með miklu skýrari sýn en þú, skilur, bara, þú veist, akkur þú að fara, og ég fann bara okkur ég ekki að fara ef þú ert að fara. Það var raunverulega tilfinningi mín eftir þetta viðtal, ég var bara eitthvað svona, þetta var bara skrítin upplifun að ég fann bara að, skilur, ég vildi bara setja miklar einræður það hvað þetta gera í ákveðnum málaflokkum og hann alltaf með sína málaflokka, sko, og það líka áhört í pólitíkinni, sko, það fullt af dóti sem maður hefur ekkert mikla skoðun á, maður bara, já, ég vona að þetta sé bara vel gert af hálfu hins opinbera, þetta sé bara í föstum skorðum, svo eru bara önnur mál sem maður bara með mjög skýra línur, já, og mjög erfitt með að miðla málum, og mjög erfitt með að sætta sig við eitthvað svona hálfkveðna vísur, þetta mjög fyndið, sko, og þess vegna líka ef maður fylgist með pólitíkinni, þetta hefur náttúrulega alltaf verið þannig að þú veist, svona, það veljast svona ákveðin mál til ákveðina þingmanna, sko. Það gerist bara með svona lífrænum hætti, sko. Ég finn það líka núna gerast í bara samstarfi við aðra stjórnmálamenn í miðflokknum. Þá erum við, skilur við erum hvert og eitt okkar með okkar styrkleika og okkar svona sérsvið, sko. Þú veist, eins og á að vera bara. Já, og það gerist bara mjög náttúrulega, sko, og það bara mjög mikilvægt að menn nái að mynda, sko, hóp sem ekki allir að pæla í sama, sko. Það trikkið í að búa til einhverju svona breiðari fylkingu, sko. En mér finnst ennþá, sko, mjög aðdáunarvert og örugglega mörgum sem finnst það bara ótrúlegt að, eins og þú segir, sko, fólk sem starfar á fjölmiðlum, það verður svolítið svona samdauna þeirri stemningu sem þar og lætur svona einhvern veginn leiða sig inn í það. En sko vegna bara afkomu ótta og þessi öryggistilfinning, þá enginn sem þorir að segja, heyrðu, nei, þetta umhverfi hentar mér ekki, þannig að ég ætla bara að segja skilið við þetta. Þú ert þarna í góðri stöðu, virðist bara geta lagt stöð 2 undir þig, bara verða vonarstjarnan og í kryddsíldinni og bara vel liðin og getur raun og veru bara átt, sko, langa og góða framtíð þarna. Ef að þú ákveður að beygja þig undir þá skoðana kúgun sem ríkir í samfélaginu og það gera flestir en það óvenju djarft að einhvern veginn segja nei, þetta hentar mér ekki, ég ætla að fara út í óvissuna og kasta mér bara á ég meina það er góð leið til að líta á þetta, það þetta falleg leið til að líta á svona einhvern veginn þessa atburðarás. Ég meina, ég held að maður bara Ég að mörgu leyti, sko, ég var að segja eitthvað stærn daginn, ég bara eitthvað svona orðin svona hálfgerður örlaða sinni, sko, ég held að hlutinir gerist bara eins og þeir eiga að gera, sko, og ég fattaði einmitt ekkert fyrir eftir á, sko, að mörgum finnst það mjög skrítið að bara hætta í einhverju vinnu, sko, sem mjög góð vinna, bara fastráðning, fín laun, bara fæstir þoraði, sko. Já, en ég allan að gata á þorði, þess að ég bara mjög þakkláttur fyrir, en ég velti líka fyrir mér, sko, hvað af þessu sko, afkomu ótti hjá fólki. Ég að mörgu leyti náttúrulega þróunin hjá mörgum sem lendi því að verða svona svolítið skrýtnir pólitískt eins og ég að bara þeir byrja bara að sjá ákveðna hluti og það bara einhverjar upplýsingar á netinu, maður byrja bara að sjá eitthvað. Og þú getur ekki afséð það þegar þú byrjar að sjá það. Það það sem gerist við mig, sko, ég bara, nei, þú veist, og á mörguleiti þetta eitthvað sem maður getur kannski hafa gleypt við lengi, en svo bara eitthvað sem brestur hjá manni
Oft það sko lífsaðstæður sem breytast, oft það eitthvað áfall sem kemur til fólks eða hvernig sem það sko og þá opnast á nýja sýn af því að fólk í eðli sínu ekki hrifið að því að breyta skoðun sko. Það og þess vegna erum við með þetta ástand í samfélaginu núna. Það rosalega þarna mikið að gerast í lífinu hjá fólki. Það hefur ekki alveg tímaða svörum til þess að vera að endurskoða heimsmynd sína á hverjum degi. Það þarf bara í raun og veru að vera með ákveðna heimsmynd, leita svolítið í upplýsingar sem staðfesta heimsmyndina, leita í andstæðu upplýsingarnar til að staðfesta að þau haldi það ennþá. Þú veist, það það prógram sem við erum öll að keyra daginn inn og daginn út og ég er mjög opinn fyrir því og ég er mjög hræddur þetta að maður sé sjálfur líka fastur í oft sko, í búblu og þarna og neyti að horfast í augu við sko, það sem hinn að segja sko. Það ógeðslega erfitt. Það mjög erfitt sko. En það gríðarlega mikilvægt að vera meðvitaður það og vera alltaf að tjekka sig. Já, ég veit ekki hvernig maður á að gera maður hefur bara einhverja samfæringu, maður bara þolir ekki eitthvað svönd, skilur, og hvernig getur maður gert það, ég veit ekki. En mér langar að spyrja þig einmitt, að þú segir að þarna ertu á Stöð 2 og eru svona smá samtöðun að þessu og upphafið ritstjórans, ertu svona að reyna að vera beggja blands og eitthvað. Ein persónuleg spurning sem ég man eftir umfjöllun á Stöð 2 þegar þú varst að taka viðtal við Jordan Peterson. Frábært viðtal. En í lokin þá bættur við svona disclaimer og sagðir taka það fram hérna að hormónameðferðir barna eru ekki óafturkræfar. Hvaðan kom það? Sko, þetta var ritstjórnarlega ákvörðun sem ég átti þátt í en var ekki einn með og ég leitaði upplýsinga hjá fólkinu bókstaflega sem að vinna í þessu á Íslandi. Bara svona fólki sem bara að vinna í þessu á Íslandi og þau lýstu þannig fyrir mér að þetta væri allt afturkræft sko. Ég datta í huga að vera einhvern veginn svoleiðis en reyndin reyndar svo að transteimi Landspítalans og landlæknir hafa verið að fylgja leiðbeiningum frá W-Path svokölluðu sem hefur verið afhjúpuð núna sem hálfgerð sko aktivista skottulækninga samtök. Já, eða sko það. Og þessi KASS-skýrsla sem þykir einhver svona veigamesta innleggið inn í þessa umræðu sem nýlega frá því fyrra á þessu ári lýsir þessu þannig að þetta bara alls ekki óafturkræfanlegt. Nei, nákvæmlega, og það að mörgu leyti sko, þú veist, það að mörgu leyti, ég fékk í raun og veru rangar upplýsingar sko, ef því að sko, örugglega eitthvað af svona einhverjum hormónameðferðum afturkræfar að einhver leyti, einhver samhengi sko, en sko, ef þú gengur mjög langt með ákveðna meðferðir og hvað þá, já, ef þú gengur mjög langt með svona meðferðir mörg ár, þá held ég að læknisfræðin segja að það sé ekki afturkræft að fullu leyti, alls ekki, sko, en þetta svo viðkvæm þróun og eitthvað annars á þessu kynþroskaskeið og ég hef einmitt fylgst með og ég hef séð þetta sem út að vísa til, sko, með þessar skýrstur starfsemina þarna innan W-Path og ég fjallaði mér það sjálfur á mínum miðli á sínum tíma að þar virðist einhver mikill flumbrugangur hafa einkennt vinnubröðin þannig að sá fyrirvari var settur vegna þess að sko að því að Jordan Peterson var náttúrulega hann var að fara mjög hart gegn þessu og ég var bara með þetta sko, þú veist, ok, fyrir áhorfendur hvað sko, þú veist, verið að setja börn undir lögaldri hérna á Íslandi í þessar kynjameðferðir sko með lyfjum sem eru óafturkræf og sko upplýsingin sem ég fekk var að nei, það væri ekki verið að gera það á Íslandi og að þessar upplýsing og það var fullyrt við mig að þessar meðferðir væru afturkræfar, skilur, þannig ég byggði það á einhverju sem ég fekk frá því sko en virðist ekki vera alveg satt sko. Ég hef miklar áhyggjur að með þessi málaflokkur sé búin að vera í svona einhverjum heljargreipum og nú held að hann hafi nú lýst í sjálfur yfir geðlæknirinn á Bugl Björn að þetta væri hvernig lýst hans í myrkri vankunnáttu vanþekkingar og þetta er auðvitað nýtt fyrirbæri í sko mannkynssögunni í raun og veru hormónmeðferðir barna og meðal það sem að KASS-skýrslan segir að þá er bara engan veginn komin þessi reynsla á þetta til þess að geta ekki gagnreyndar aðferðir. Og ég held að það sé kannski aðal vandamálið sko, ég held að allir séu sammála að sko ef að börnum líður illa, ef það stafar að einhverju svona málum, þá þarf bara að fara ofan í þetta, gera þetta eins vel og mögulega getum, taka utan börnin, hvernig sé það og hvað þá sko með fullorðna, sko það er bara þeirra nákvæmlega ákvæða hvernig þeir hafa sínum málum,
en allt annað með börnin og þá það ábyrgð samfélagsins að sko, finna einhver viðmið hvað við gerum þá með það sko. Og það rétt að þarna og ég held að þessi læknir hafi fengið bátt fyrir að voga sér fyrir einu svona að segja að í raun og veru að voga sér að einu svona víkja að því að þessi málaflokkur væri flókin og í höndum líka mjög svona ákveðina aðila, þú veist, sem eru mjög ákveðnir og mjög ákveðnir að allt sé þetta gagnreynt, allt sé þetta bestu meðferðinari, hvernig sé það sko. Ekki að allir séu það, en þú veist, sumir eru mjög svona fullir bara eitthvað, þetta það sem þarf að gera alltaf í þessum tilvíkum, þú veist, sem augljóslega bara engin leið að vita á þessu stíi, það engin reynsla, langtíma reynsla komin á þetta, augljóslega, en þetta bara glænýtt. Þannig að ég sammála því að mér finnst það, sko, það aðalmálið í þessu að það sé þá hægt að taka umræðu og það bara fullt af fólki sem vill að það sé tekin umræðu það, hvernig í ósköpunum á að nálgast það veit engin svörin, sko. Og svo einmitt, sko, það mikið deilt það, hvort að skólakerfið og þeir leiðbeinendur og kennara sem eru þar eigi að vera, sko, reyn og vera að ýta undir þegar að, sko, einhver umræða í bekknum að þá kemur þessi sko hvati að sko, nei, þið getið öll verið í röngum líkama og það ekkert víst á sér strákur eða stelpa og svona, og fyrir sumum finnst þetta bara að vera óþarfa sko þvælingur og ruggla lítil börn sem eru óhörnuð. Já, að hluta til hlýtur þetta að teljast vera það, sko, þú veist, maður sér eitthvað svona, og maður reyndar fær ekkert alltaf staðfest þetta sé endilega í skólunum, sumt af þessu maður bara svo þetta alltaf mikið bara á TikTok Já, þú veist, og sumt eru svona einhverjar skrýpamyndir sem fólk búið að setja á Facebook og segja að þetta verið að kenna börnunum, maður vissum að þessi verið að gera þetta og þú veist, ef svo þá það skrýta, þá verið að segja, þú veist, eitthvað plaggata sem verið að segja, sko, þú veist, eitthvað kallar eru á ýmsan hátt og konur eru á ýmsan hátt og myndir af alls konar einhverjum fígúrum og svo eitthvað svona, þú getur verið hvorugt, þú getur verið bæði einu, þú getur verið allt. Ég veit það ekki, ég meina, ég held að það sé ekki mikið gagnaði að vera að rugla börn í rífunum með þessu, sko. Eða þú veist, ég myndi, það allan að svona, ég held að það sé svona fyrstu viðbrögð hjá flestum, sko, þú veist, eitt síðan að fara með einhverjum svona hnitmiðum hætti yfir að sumir skilurðu upplifi sig og þannig að hinn það háttinn, sko, þú veist, en hitt svona þegar skólakerfið eða einhverjir svona hugmyndafræðilega drifnir aktivistar sem einhvern veginn annarkvæmt starfa í tengslum við það eða inn í því eru komið með sérstakan áhuga á þessu, sko, og eru jafnvel með mjög skýra hugmyndafræði það hvernig svona hlutir að vera, hvernig að kenna börnum það, þá finnst mér allan að foreldrar, sko, eigi þá allan að geta sagt, sko, nei, ég vil ekki. En svo veist þú kannski tekið eftir að þróunin hefur víða verið þannig, í mörgum ríkjum Bandaríkjanna og í Kanada, í Sviss og víðar. Það orðið þannig að ef að foreldri ákveður að segja, heyrðu, nei, bíddu, hérna, hvað segirðu, hvar heyrðu þetta? Akkur heldur þú sérst ekki strákur eða þá geta sko félagsmála yfirvöld sko gripið í taumana og endanum bara svipt foreldrarna forræði við börnunum sínum. Af því að þau eru ekki tilbúin til að sko staðfesta einhvers konar, þetta ótrúlega sérstök þróun. Sko, ég hef ekki séð svart á hvítu að þetta sé raunin einhvers staðar, en maður hefur heyrt þessar sögur. Þetta náttúrulega fráleitt, sko. Það eru börn sem eiga foreldra, ríkið á ekki börnin. Nei, það eru foreldrar sem eiga börnin og börnin auðvitað foreldrana og ríkið bara auka aðili, aukaleikari, þessu dagur. Og en það ótrúlegt að það skulle vera einhver svona pólitísk lína í dag, sko, að fólk skiptist í fylkingar og ég held að fólk sé mjög hrætt við að voga sér inn á þessi inn í þessu mál og ég skilja svo smálega að fólk hefur fengið mikil viðbröð í flasi fyrir að, þú veist, segi ekki einu svona neitt sérstætt, sko, lýsa ekki einhvern sterkum skoðunum, velta bara velta við öngum yfir þessu. En segðu mér, að því ég svo forvitin þessa vegferð og þessa þróun, hvernig gerist það að Miðflokkurinn og Snorri Másson ná saman? Er það Sigmundur sem hefur samband við þig eða hefur þú samband við Sigmund, hvernig gerist þetta? Sko, að lokum það hann sem hefur sambandi við þarna í kringum þennan tíma, sko, en við höfum lengi verið í bandi, sko, þú veist, og sendum stundum eitthvað, þú veist, bara eins og fólk gerir, sko. Við förum bara að ræða saman, sko, og þetta er svo stór ákvörðun, sko. Þú sóttist eftir fyrsta sæti, tilkynntir það formlega áður en að það var raun og veru ákveðið. Já. Og hvernig virkaði það?
af því að nú ekki, ég veit ekki hvernig miðflokkurinn gerði þetta, hvort það var einhvers konar uppstillinga nefnd Já, eða... það er sérst kjördæmafélög í sérst bara kjördæmurum. Það er ákveðið sérst þar er sérst búin til tillaga lista og svo kemur fólk á fund og samþykki listan sem í kjördæmafélaginu. Og í svona atburðarás sem gerir svona hratt, þá eru náin samskipti á milli allra held ég og bara fólk er að bjóða fram krafta sína. Já. Og ég geri það náttúrulega í ákveðnu samhengi, sko. Ég er ekkert að fara alveg kaldur inn í að gera það. Ég meina við bara ræðum það hvernig við, og ég er hvattur til þess að gera þetta. Og síðan er þetta niðurstaðan og þá er maður oddviti í Reykjavík suður, Sigga í norður. Sem að, auðvitað, sko, þetta er náttúrulega mjög, sérstök staða. Við gætum verið með niðurstöðu kosninga þar sem engin flokkur nær yfir 20%. Það geti alveg verið veruleikinn. Þið gætu líka farið og vant einhvern veginn fram úr og orðið stærsti flokkurinn. Það eru margir sem að vona það, reyndar. Já, ég vona það. Sigmundur Davíð verði sá sem að fái stjórnarmyndunar umboðið. Ég held að kannanir sýni að það séu flestir Íslendingar sem vilja að hann verði, af stjórnmálmönnum, þá vilja flestir að hann verði forsætisráðherra. Já, er það? Ég hef ekki séð. Já, og það næri raun og veru umfram fylgismælingar flokksins, sko. Þannig að já, það er mikla vonir bundnar við Sigmund á þessu stíði máls. Ég finn fyrir því og þá er þið scenarióð það að þú ert orðin ráðherraefni ef að miðflokkurinn myndar ríkisstjórn og þú ert oddviti í Reykjavík. Já, ráðherraefni. Ég meina, hver er ekki ráðherraefni? Fólk hefur verið dregið inn úr samfélaginu og gert það ráðherrum, sko. Já. Þannig að þú ert líka ráðherraefni. En hvaða ráðuneyti myndi þér hugnast best? Hvað væri það ráðuneyti sem að þú hefði mestan áhuga á að koma inn í? Það er bara, ég er generalisti í eðli mínu. Ég hef áhuga á öllum þessum málum. Mér finnst alveg bara gífurlegur heiður hvar sem það væri að fá að leggja mitt að mörkum. Ég er náttúrulega mjög áhugasamur á þessu stíði máls, allan þessa dagana hef ég mjög mikið verið að tala til dæmis málefni tungumálsins, málefni, og það er, ég meina, hvar fellur það? Ég meina, það er auðvitað málefni sem í raun og veru samt er í öllum ráðunautum ef maður fer út í það, sko. Hvort sem það er, fyrsta sem fólk geta eftir í hug í þengstu við það er náttúrulega menntamálin og menningamálin og slíkt. Mér finnst það náttúrulega rosa spennandi og ég er náttúrulega úr því slíku umhverfi uppálega, ég er menntaður í íslensku og öðru eins. En sko... Það ráðuneyti sem að Lilja Alfreðsdóttir stýrir í dag, er það alltaf búið að skiptast menntamálunum upp í 2 ráðuneyti núna? Hún er með menninguna og... Ásmundur er með börnin og menntun, held ég. En ég er í sambandi við þessa ráðherraspurninga, þegar maður fær hana, ég er ekki á höttunum eftir því að þessu stíði máls. Ég er mjög mikið fyrir það að byrja á byrjuninni. Ég veit ekki hvað snýr upp og niður í þessu starfi í raun og veru. Þetta er alveg glænýtt fyrir mér. Mér skilst að þetta sé einhvers konar þyngd þar sem að menn geta bara skrifa lög, lagt þau fram og samþykktu þau ekki. Það er svona grunnurinn af því sem er þarna að gera, sko. Og svo fara ráðherra með málefni og hefðin hefur þróast þannig að það sé svona þeirra vilji sem ræður þegar kemur að þessum málefni þeirra. Og þeir eru með allt þetta starfsfólk á sínum snærum og geta raun og veru haft rosalega mikil áhrif á stjórnmálun, en þingmennirnir hins vegar líka, bara með því að starfa inn í þingflokkunum, en þess að sko, ég allan hef fundið að stjórnmálu eru bara eitthvað fólk að tala saman og ákveða hvað við erum að gera, sko. Þetta er bara það. Þannig að nei, en í sambandi ráðherradæmið, ég skil alveg samkvæmisleikinn, sko, en ég er ekkert þar, sko. Ég er bara, mér langar bara fyrst og fremst að, ég meina eins og ég segi, það var geðveitt að gera það, sko, en ég væri alveg til í að byrja bara á því að setjast niður einhver skrifstofu og fara á þingflokksfundi og gera þetta, sko. En ef við höldum áfram í þessum hugleiðingum, ef við gefum okkur að miðflokkurinn yrði stærstur flokka eftir kosningar, að þá er það svolítið í þeirra, og við sæjum fyrir okkur að fylgi væri svona sirka eins og það er í dag, nema miðflokkurinn yrði stærstur. Er þá ekki augljóst að æskilegasta samstarfið yrði þá að fá Sjálfstæðisflokk og Viðreisn inn í þá stjórn eins og staðan lítur út í dag? Ég meina, sko, þetta er það sem hefur alltaf verið nefnt, sko, eitthvað svona ríkisstjórn, þá borgaralegra flokka og ég meina hvað er að vera borgaralegur, það er að vera bara svona sirka hallandi almennt í einhverjum skilningi til hægri, skilur, sósíalistaflokkurinn er ekki borgaralegur flokkur,
Vinstri grænir ekki borgaralegur flokkur, þetta svona skemmtilegt hugtak sko sem hefur verið notað í þessu, Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur. Miðreist. Skilgreinum aðeins borgaralegur flokkur. Nei, það erfitt. Hvernig myndir þú skilgreina? Þetta ekki bara... Það einhvern veginn svona... Borgarastjætt. Já, og það ekki hafa, sem sagt, það náttúrulega réttaríkið og opin frjáls viðskipti. Jú, sko, borgaralegur flokkur ekki fylgjandi neinu meiri hátta kollsteipum á samfélagskerfinu okkar, myndi ég segja. Já. Hann lítur svo á að það sé svigrúm til umbóta innan þess kerfi sem við höfum, en við erum ekki að tala að ryðja Hæstarétt eða þjóðnýta sjávarútveginn. Vestrænt þjóðskipulag, sirka eins og það í dag, er það sem við viljum og við viljum engar kollsteipur á því. Já, og að mörguleyti, sko, það sem finn mjög sterkt inn í stjórnmálum að því að við nefnum borgaralegur, því að sko, þetta hugtak á náttúrulega rætur í því að stjórnmálum voru bara mjög stéttbundi fyrirbæri. Þetta bara stétt, sko, þetta stétt borgara, góðborgara, það atvinnulífið, það borgararnir, borgarastéttin sem stýrir þá embættismannakerfinu, þetta borgaralegi borgar og það hefur verið þá almennt Sjálfstæðisflokkurinn og síðan náttúrulega Framsókn bændurnir og það aðeins annað og svo varstu með róttæklinga, sko, vinstrimenn og ég finn hins vegar og að því að margir hafa kannski tilfinninguna að íhöllu þessu umróti, 11 flokka framboð og margvíslega ríkisstjórnir myndar í allar áttir, það hefur verið mikið umrót, þá kannski hefði einhver þá fölskutilfinningu að stjórnmál sé ekki lengur svona stéttbundin. En mér finnst það mjög stéttbundið. Ég finn alveg fyrir því hvað þetta skiptir svolítið til stéttum og ég að mörguleyti sko upplifði mig náttúrulega sem hálfgerðan sko stéttsvikara sko, en þess að ég á ekki sem sko hugvísindamenntaði maður, ég er komin af háskólakennurum, ég á ekki að vera í miðflokknum, samkvæmt því kerfi sko, ég á að vera í samfylkingu eða vinstri grænum. Enda margir þér reiðir og svektir. Og það að mörguleyti það sem ég upplifi gagnvart að þeim finnst það stærstu svikin, að þetta stéttsvik sko. En það sem ég held, það sem ég er svo spenntur fyrir, að á þessum umbróta tímum þá alltaf breytast og mikið að klárast af fólki sem ég tala við og að lesa og skoða og að pæla í og eitthvað svona. Það margt að því hefur farið svipað leið að vera svolítið hallandi til vinstri í þessum fræðum öllum, þú veist, í hugvísindum, í bókmenntum, í alls konar teóríu, í alls konar svona stjórnmálafræðum á vinstri væng, svona uppálega og svo svona hægt og rólega dettum maður í gegnum netið og endar á einhver svona einskismannslandi og allt í einu maður til hægri, sko. Þú veist, og það svo skrítið við og þess vegna ég að hugsa að þú veist, núna væri og það sem ég reyni að ýta undir og þú veist með begga bróður hérna einhvers konar líka bara, þú veist, að hægri má alveg vera með sinn intellektualisma líka, sko. Þú veist, það að segja við megum... Það veitir ekki af, bara í raun og veru. Og það það sem svo spennandi, að vera með einhvers konar vitsmuralega vít á því, að því að, þú veist, mér finnst það svo áhugavert hvað þetta í raun og veru stéttmynd, þú veist, samfélkingin þetta opinbert starfsfólk mikið. Borgaraleg gildi eru líka, auðvitað, bara minni ríkisumsvif og á þeim forsendum að sko, með miklum ríkisumsvifum þá takmarkast frelsi borgarana alltaf jaft og þétt. Með meiri, ríkið meira vasastjöldu, þá bara minna rúm fyrir hinn frjálsa markað að þrífast og við vitum þetta að það frjálsi markaðurinn sem getur af sér nýsköpun og framþróun og einhvern vöxt. Þannig að þess vegna svona, finnst mér, ég sammálaðir að einhvern veginn, þó maður sé kannski meira til vinstri í hjartanu til að byrja með og svona einhver réttlætiskend, þá sjáum maður sem endanum að það þýðir ekki að hafa ríkið í öllu. Og það ofsalega sko, margir segja að vinstri og hægri sé ekki lengur hugtök í pólitík, það náttúrulega algjör vitleysa, þess að þetta alveg megin ás í pólitík ennþá að því að bæði þetta frelsismál og síðan líka bara sko, með gríðarlegum ríkisumsvifum þá verður það yfirleitt bara ósjálfbært og við förum að reka allt í halla og skuld og verðbólgubrjálæði. Ég held að sko í þessari umræðu þá oft verið að segja við okkur sko, heyrðu, ok, þeir vilja skera niður ríkinu, hvað vil ég gera? Og maður bara, heyrðu, það
þetta svo stórt og þetta svo mikið, ég meina maður getur tekið ákveðna málaflokka út fyrir sviga en maður þarf að endur skoða nálgunina gagnvart kenninu. Til dæmis eitthvað sem svona arfur frá gamalli tíð svona fyrirbæri og ég að segja, mér finnst best að líta hver sjálfum sér næstur í þessu, hvaða sviði ert að starfa á, allir geta hugsað þetta í samfélaginu, hvaða sviði ert að starfa á, hvernig ríkið að vasast í þessu sviði, hvar það með puttana og það standa sig vel, þú veist, það nauðsynlegir, það nauðsynlegt framlag, það þvælast fyrir, það raunin á mörgum stöðum, það eiginlega bara gert grínaði eins og í okkar starfi, fjölmiðlanefnd bara gert grína þessu. Akkurat. Þetta bara brandari. Algjör vitleysa. Þetta brandari. Það væri hægt að leggja þetta niður, gera 30% stöðu í ráðuneytinu, þar sem að væri haldið utan skráða fjölmiðla á landinu. Ég veit ekki eins og hvort að ríkið þurfa að halda utan skráða fjölmiðla á landinu. Þannig að ég held að það sé mikilvægt einmitt fyrir fólk að líta á sitt svið og hugsa hver aðkoma ríkisins, hún að hjálpa eða hún til trafala, og ég held að í fjölmiðlunum hjá okkur þá hefur maður séð, af því að maður þekkir sitt svið, þess vegna getur maður fullyrt það. Það miklu erfiðara fyrir mig að segja, Veðurstofan. Hún ekki, ég er ekki heimavelli gagnvart Veðurstofunni, en það örugglega einhverjir sem hafa sína skoðun á Veðurstofunni, eru of margir í fjármáladeildinni eða eitthvað svona, þá geta þeir haft skoðun á því. En ég þekki mitt svið, fjölmiðlanefnd, það eru nokkur 100 milljónir held ég, einhverjar 100, ég þyrfti að fact-checka það, en það eru einhverjar verulega fjárhæðir sem fari að reka þetta og það gerir ekkert gagn. Og þvælist bara fyrir. Og er atlægi innan fjölmiðlabransa. Það allir sammála að þú veist að því núna held ég að þeir hafi fengið þetta hlutverk að útdeila styrkjunum sem aldrei áttu að vera en það eins og ég segi, starfsmaður ráðuneyti 20% vinnu getur útdeilt þessu styrkjum bara þarna, þetta bara gert einu svona árið, þetta bara létt verk og lögumannlegt. Þannig að það er dæmi það sem að ég þekki sviðið og ég veit að þarna eru að eyða óþarfa peningum. Og það á stefnuskrá Miðflokksins að loka fjölmiðlanefnd? Ég held að það væri alveg hægt að leggja hana niður, það væri bara það þurfti að skoða hvað þarna, hvað verið að gera þarna, hverju verðu að halda, en við þurfum ekki að hafa þetta marga snærum fjölmiðlanefndar að skrifa eitthvað stafrænt læsi eða miðla læsi, af því að það er það sem gerist, starfsmönnum fjölgar og síðan þetta ekki með hlutverk, þannig að bara, getur ekki bara fara að skrifa greinar og vísi snjallsímanótkun barna eða eitthvað, skilur. Það var aldrei pælingi með fjölmiðlanefnd, en þetta er arfur frá einhverju samhengi þar sem að það þurfti að vera einhver nefnd sem fylgdist með fjölmiðlum eða hvernig það er. En ég meina, og bara það að ríki hafi einhvern veginn ákveðið að setja alla fjölmiðla landsins á jötuna, sem var bara ótrúlegt skref, Núna fara 500 milljónir ári í þetta, Ég með, ég sá svona viðskipta Fórkólfur skrifaði status á Facebook og ég ætla að bera þetta undir, þetta ágætis tillögur hérna. Hann segi, ef ég væri einvaldur, stór auka orkuöflun með rennslis og jarðvarma, undirstaða hagvaxtar og bættra lífskjara, reka ríkissjóð án halla, skera niður opinberan rekstur og minnka regluvæðingu, selja sem fyrst ÁTVR, Íslandspóst, RÚV, Íslandsbanka, Landsbanki 30%, Vaðlaheiðargöng, fasteignir. Þær krónur sem kemur í kassan færi að lækka skuldir, taka eingöngu við kvótaflóttamönnum og vísa öðrum á bug. Þetta er pistill sem ég rakk augun í og fast áhugavert, Það hljómar sem Miðflokksmaður, einhverju leyti. Já, hann að reynda með XG í prófílmyndinni sinni. Það eru margir Miðflokksmenn með það. En förum við mitt yfir selja sem fyrst, þessar stofnanir, þessi fyrirtæki, ÁTVR, Íslandspóst, hvernig... Það er áhugaverð umræða, ÁTVR til dæmis, eins og þróun hefur verið, þá eru flóðgáttirnar að bresta gagnvart einokun ríkisins á áfengissölu. Það hefur bara verið með þessari netsölu, þá getur í raun og veru de facto, held ég, og nú erum við hvoruð mikið að kaupa vín þessa dagana, en ég held að þú getur farið og keypt vín í Hagkaup, Já. Er það ekki? Ég bara veit það ekki. En það allan að vinir mínir eru farnir að panta vín bara heim og frá hinn og þessum batteríunum og svo getur bara farið að sóta hvernig sem eða hvernig það er. Jú, mér skilst að það sé. Það búið að eiginlega, enga leyfa þetta. Það eina skrefi sem eftir að verði hilla í Hagkaup. Núna er einhver... Það var bara svo skrítið að ríkið skuli vera að reka verslanir. Alveg saman með hvaða vöru það er. Að reka verslanir og vera með starfsfólk í því að þetta er... ÁTVR, og ég mikla skoðun á þessu máli. Hvað er þá að gerast við eignina sem ÁTVR á meðan þessi þróun er að verða? Hún er að verða verðlaus.
skilur, þú getur selt hana núna sem verslunarkeðju, nákvæmlega. en hún verða verðlaus í þessum tölu orðum, bara með hverjum deginum virðið að minnka, þetta benti ykkur á. Það málið, en sko út af dogma og út af einhverjum hagsmunum, og ég sko, mér finnst ekkert sko, ég ekki að fara á alþingi sem með það með eitthvað sem fyrsta ástumál nummer 1 að koma víni í verslanir sko, þú veist, fyrir mitt líf, mér finnst ekkert eitthvað höfuðmál sko, en margir vilja þetta, þú veist, og ef það einhvern veginn svona yfirgnæfandi vilji fyrir þessu, að fólk vill bara geta keypt þetta þarna, þá finnst mér alveg að megi bara huga mjög vel að því að verða við því, en aðalega sko átíðaferð, ég meina Arnar í Sandi hefur náttúrulega háð mikla baráttu og sko hann náttúrulega á móti þessum röksöndum að átíðaferð takmarki aðgengi að einhvern hátt sko. Og þá þurfum við náttúrulega mér finnst að við þurfum að vera svolítið skynsum í stjórnmálunum, svona svolítið pragmatísk sko. Þetta að takmarka aðgengi eða það bara einhver mýta sem hefur orðið til í kringum búðina, skilur, það bara einhver áróður sem keyrður, eða þetta eins og þessar auglýsingar sem ég gerði grína á Stöð 2 á sínum tíma, heyrðu, þið verðið að koma með skilríki, þú veist, hvað þetta að auglýsa? Þú ert að segja bara ungt fólk, komið í búðina bara, hei, þú eitthvað fyndnar skilríkja auglýsingar frá ríkisverslun, ekkert annað en bara markaðssetning. Já, sem hefur yfirlýst markmið að sko takmarka aðgengi en frekar ungs fólks, af því að 18 ára að drekka, það náttúrulega, sko þegar maður 18 ára, þá það alveg ungt sko að drekka. Ég meina að mörgu leyti þó að maður hefði byrjað að drekka það með rólingur og það gerir það margir ennþá, það alveg ungt að drekka 18 ára, skilur, þú hugsar út í hvað, ef maður sér það núna, sko, hvað 18 ára, þetta bara krakki, skilur, maður vill ekki sjá þetta blindfullt, sko, þú veist, það ekki sjón að sjá, en þú veist, þegar maður gera þetta. Það breytir einhver, sko, þó að, sko, þetta veri selt og það veri einkaaðilar sem rækju þessar verslanir, vínbúðina, og það veri bara sama fyrirkomulag með opnunartíma og svona, þá aðgengið nákvæmlega það sama. Það sem margir að benda á núna að það ólöglegt náttúrulega að þeir sem eru með langskýrustu skilríkja kröfurnar núna eru netverslana, en það þarf rafræn skilríki til þess að fá áfengi, sko. Akkurat. Þannig að ef þetta þú veist, ég aðalega bara að menn séu heiðarlegir með röksendina síðan, ef þetta ágengismál, skilur við erum þá heiðarlegir með hvað hefur þessi áhrif á aðgengi sem við viljum hafa, sko. En svo líka bara eitthvað prinsip í mér, sko, þú veist, ef fólk vill drekka sig fullt og kaupa vín til búð og gera það, þá bara, þú veist, ég ekki að fara í stjórnmál til þess að stjórna því, sko. Og það líka þannig með, að þeir sem þekkja til alkohólisma, að alkohólisti í bata, sko, getur ekki byggt bata sinna á því að sko, ég bara tala fyrir sjálfum mig, ég alkoholisti í bata. Já. Og það byggir ekki á því að kona mín læsi allar vínflöskur inn í skáp og feli lykilinn fyrir mig. Nei. Ef það væri minn bati, þá væri ég bara á hálum ís. Nákvæmlega. Heima hjá mér eru vínflöskur í öllum rekkum. Já, og hún drekkur konaðin. Hún drekkur bara, þú veist, 2 hvítisglös í mánuði eða valla það. En það ef það væri þannig að ég þyrfti að treysta á að allt vín væri læst, þá væri þetta hræðilegur veruleiki fyrir mig og við byrjum ekki þarna sko að koma upp fyrir alkoholisma, það er eitthvað sem við þurfum að fara ofar í lækinn sko til þess að byrgja. Algjörlega, og ég þekki þetta úr fíkninni sko með nikotín, ég hætti að nota nikotín á þessum tíma eftir sko 7 ár af mjög mikilli nikotínnótkun og það var 2018 og ég notaði bókina Easy Way to Stop Smoking eftir Alan Carr sem ég mæla alltaf með við fólk og þar gengur þetta út á og það sem hann er að útskýra að þú munt ekki hætta að nota nikotín á grundvelli viljastyrks af því að viljastyrkur getur bara haldið þér sko, þú ert ekki að fara að nota viljastyrk til að hætta þessu, þú ert að breyta viðhorfiðinu þú ert að átta þig á að þú ert að eitra fyrir þér þú ert að átta þig á að vera nikotínfíkill er eins og að vera alltaf í þröngum skóm og leyfa þér aðeins að fara úr þeim og fara aftur í þá þú ert að búa til skorts ástand í líkamæðinum þú ert ekki að leyfa þér eitthvað næs viljastyrkunin hugsar það þú mátt ekki leyfa þér þetta, skilur og það með áfengið, hann segir bara þetta er ósjálfbært, þú getur alveg haldið þessu gangandi í 6 mánuði, en svo kemur bara eitthvað skilur, það sem að viljastyrkiðin brestur skilur, þess vegna getur ekki reytti á hann sko en já, þannig að 100% rétt, það sem að þarf að gerast hjá alkoholista, vilja hann á bata þá er að hann þarf að öðlast algera viðhorfsbreytingu og aðgengi hefur ekkert með það ekki neitt. Og þess vegna einmitt þurfa að vera heiðarlegir sko, þegar, þú veist, með þessar umræður þegar fólk segir sko, en hvað áfengissjúklingin sem þarf að sjá þá vín í búðinni heyrðu, sko, ég meina, eru vínbúður ekki merktar af utan, skilur, sér hann ekki vínbúðin einhvers staðar, hann veit alveg hvar hann á að fá vín, sko
en sko, en eins og ég segi, það ekki eitthvað forgangsmál hjá manni að ráðast í þetta, en þessi þróun hefur verið, þú veist, en þó að ég mun ekki alls ekki standa veið fyrir því, sko, en þróun hefur samt verið, sko, verið þessi á vegum ríkisins, þannig að ég hugsa hrökkvað að stökkva með ÁTVR og talandi um ríkisstofnanir sem öðlast sinn sjálfstæða vilja, þá er ÁTVR að senda áróður skýrslu ár eftir ár frá einhver andlitslausu fólki. Ég hef aldrei séð þennan Ívar J. Arndal. Spurningin er hvort hann sé til. Og þarna grimt að verja sig. Pólitískar yfirlýsingar bara og bara metnaðarfulla, sko, maður sé bara, þetta er bara think tank, það er bara hugveita þannig innan stofnunarinnar sem er bara við að sér öllum nýjustu upplýsingum forvarnafræði og ég veit ekki hvað það aðgengi og hvernig svona ríkisverslunum sé eina leiðin til að, og maður hugsa bara, býtu hvað, þarna er bara, þú veist, ríki í ríkinu, þarna, en já, eins og segi, ég er mikill talsmaður þess að auka forvarnir, að hvetja fólk til þess að drekka sem minnst, sko. Ég held að áfengi getur verið mjög losandi og áhugavert vímuefni að mörgu leyti. Við höfum farið þá leið á Vesturlöndum að það sé löglegt. Við erum náttúrulega með alls konar vímuefni önnur sem eru ólögleg en eru reyndar stór skaðleg líka, eins og cannabis finnst mér, sko, stór skaðlegt efni. Getur verið allavega stór hættulegt og að mínu mati vand með farnara en áfengi, þess vegna er ég ekki alltaf alveg sammála fólki að það sé hægt að leggja þetta í jöfnu og bara löglega það, sko. En já, það er ekki, sko, gerir engum gott að verða kannabis neytandi daglegur, sko, fyrir bara framgang í lífinu og svo framvegis. Það þekkja þetta allir sem hafa þekkt, sko, kannabis og þau áhrif sem þau geta haft á líf, sko, fólk, sko. Það er bara, það fer enginn í, en já. En RÚV, sko, hann talar um að selja sem fyrst, RÚV og þessi umræður auðvitað, margir að tala um að taka RÚV af auglýsingamarkaði, einhverjir að tala um að minnka umsvif þess kannski, svo eru þessir sem eru alveg lengst þarna bara engavæða þetta, bjóða einhverjum að kaupa þennan fjölmiðil og því að það fára alltaf ríki sig að reka hann. Sko, ef að RÚV vera halinn, hvað er það margir milljarðar í auglýsingum? 2 milljarðar. 2, ok, ef við gerum tekjur sem 10 og reynum að verðmeta þetta þannig, sem er lauslegasta verðmat sem það hefði heyrt í vikunni, þá er það 20 milljarðar sem við getum fengið fyrir RÚV. Ok, hvað er það við RÚV núna sem svona kallar á að við séum að halda því úti á vegum ríkisins? Það er umræðan sem þarf að eiga sér stað. Er það einhvers konar sérstaða gagnvart menningarumfjöllun eða einhver öðru eins? Það er eftir alveg með mig, sko. Það getur alveg byrjað að... Sannlega er þar einhver punktur. Þar getur byrjað að ræða við mig, skilur. Þú getur ekki haldið þessu fram í fréttum, ekki neitt nátt. Og ef að það væri þá eitthvað hlutverk þar í fréttum sem væri að standa við yfir fyrir okkur, gagnvart því að selja þetta, þá væri hægt að segja, veist, að því að það er talað um svona eitthvað almannavarnar hlutverk, sko, að ef að mikið liggur við, þá sé mikilvægt að einhvern veginn ríkið sé með stjórn á þessu, en fyrsta lagi eiginlega búið að afsanna það. Já, og ef mikið lagi við, þá er ég vissum að helstu meginströmsmiðlar væri mjög samstarfsfúsir með ríkinu, eins og þeir hafa verið þegar mikið hefur legið við. Það er ekki vandamál. Að Mokkin og Vísir sé eitthvað að fara gegn opinberri narratífu viðbrögð við neyðarástand. Nei. Það er ekki að fara að gerast. Þannig að, sko, það væri hægt að útvista neyðarhlutverki, segja bara 50 milljónir sem fari að bara hafa starfsmannavakt allt árið alltaf, skilurðu, og hann verður. En ég held að fjölmiðla myndi bara finna alltaf ábyrgðar gagnvart þessu hlutverki eins og þeir gera núna. Hefur séð hvernig Mokkin fjallar náttúruhamfarir og Vísir, skilur, þeir verða vitlausir, sko. Þetta er í DNA-inu hjá þessum miðlum, sko. Þau líta á þessu hlutverk sitt nú þegar, sko. 100% og eru oft, sko, fyrr með fréttirnar heldur en RÚV. Ég bara í sífellt auknum mæli sé ekki nákvæmlega hvað það er sem réttlætir að RÚV sé þarna. Sko, að selja það er náttúrulega ein leið. Mér finnst það svona, þú veist, bara mjög spennandi, væri 100% til að ræða það, en að byrja á skrefi sem við í Miðflokknum höfum talað fyrir, sem enginn ætti að þurfa að hafa áhyggjur af, sem er að leyfa fólki að ráðstafa útvarpsgjaldi sínu frjálst. Já, minnst það reynda frábær hugmynd. Þú hefur hagsmunað í málinu. Já. Þannig að, sko, ég held að, sko, við getum bara ekki eins og byrjað að sjá fyrir okkur þá dýrð sem myndi fylgja þessu skrefi. Í fyrsta lagi, þá fær Ríkisútvarpið aðhald frá almenningi. Þannig að, sko, ef að Ríkisútvarpið, það getur ekki verið að móti þessu, en ef að það er að vinna vinnu sína og ef að allir eru sáttir, eins og þau segja, þá mun engin breyting verða. Þá mun engin fara að ráðstafa sínu útvarpsgjaldi neitt annað en til RÚV. Ef hins vegar, það er fólk með önnur sjónarmið í lýðræðislegu samfélagi og getur þá ráðstafað því sjálft hvert það setur peninginn, þá myndum við kannski fá 4-5 manna litlar ritstjórnir. Við vitum að þær geta unnið
mikil ósköp heldur betur. sem væri þá kannski á öðru máli eða nálguðist málin út frá öðru sjónarhorni að því þú veist, það er alveg fullt af fólki á Twitter sem eru á öðru máli en það hefur ekkert bólmagn, sko og litli miðlar, þú veist, ég reiki svona miðil og það er bara x mikið sem getur gert á íslensku markaði, þetta eru bara markaðslögmálin eru þannig Og okkur veitir svo sannarlega ekki af meira fjölræði Já. á fjölmiðlamarkaði. Nei, og ég meina- Séu ólík sjónarmið sem að séu að útvarpa sínum skoðunum. og líka bara, þú veist, hlaðvörp eru algjör bylting og ég elska hlaðvörpun en allt annað starfi sko að vera leiðilegu blaðamaður sem fer í vinna frá 9 til 5 og er bara að hringja símtöl til þess að skrifa fréttir ef að það er alltaf gert ef að eini vettvangurinn þar sem að slík vinna er unnin er á svona einhvern rétttrúna vettvangi, skilur RÚV eða Vísi eða þú veist MBL að hluta og Vísir er reynda bara að hluta, ekkert alveg en skilur, ef að einu blaðamennir sem er í þeirri grein eru bara þar, þá er það mjög vont fyrir lýðræðisumræðuna, sko, af því við þurfum líka að texta við þurfum bara einfalda grein, sko, það sem stendur eitthvað þeir eru að gera ýmislegt með nútímann, skilur en bara þú þekkir þetta alveg, menn er ekkert með endalaust mannskap eða endalaust úthald og svo framvegis en sko, hitt er náttúrulega að framtíðarsýnin er ekkert að ríkið eiginlega rukka almenning einhvern nefskatt til þess að svo útdeila til fjölmiðla. Mér hugnast það ekkert sko sem fyrirkomulega almennt, en sem fyrsta skref í áttina því að senda skilaboð að sko ríkisútvarps fyrirkomulagið hefur verið frábært, kannski á öldinni, reyndar ef maður gleypir meiri svarta pillur þá náttúrulega getur maður alveg farið að hugsa öðruvísi það mál, sko. Maður getur alveg farið að hugsa öðruvísi einokun ríkis á fjölmiðlamarkaði, það er náttúrulega fasíst í eðli sínu, sko, en ok, látum það vera. Fyrirkomulag sem hefur reynst vel, en í seinni tíma þá er mikil óánægja meðal almennings, oft, með að hvernig RÚV nálgast mál. Og hvort að RÚV geti lagað það með því að breyta sér, það er kannski hægt. Er það líklegt? Hefur einhver á tilfinningunni að það verði þannig? Það frekar ólíklegt. Það er frekar ólíklegt. Það er frekar þróunni frekar í hináttina, að þessu frekar herðast í hináttina. Þannig að mér finnst þetta bara mjög, og ég held að eins og ég segja, sko, áhrifin sem við getum haft, bara með þessar breytingu, bara einföld breyting, þetta er bara prinsipatriði, skilur, hörðu, þú borgar hérna útvarpsgjald, að því við viljum að það sé einhver íslensk miðlun í gangi, þá er það sjónarmiðið þar að baki, þú veist, má deilum sjónarmiðið, má deilum gjaldið, en það er sjónarmiðið sem er það bara ekki, ok, svo útdeilur í, rétt eins og við erum með lífskoðunarfélög. Já, við höfum fyrirmyndina það. Það má deilum það fyrirkomulag, hvort að ríkið eigi að innheimta lífskoðunargjald frá fólki, mitt fell í þjóðkirkjuna, þannig ég bara lifi í góðri sátt við þetta gjald, sko, en þannig að sko áhrifin málið er að ok, þú fengir litli minni miðla, þú veist, kannski líka hluta sem myndi bara efla Moggan eða efla Vísi eða efla hvernig það væri, þú veist, þá er það bara þarna líka dæmi, þú getur líka bara stofna miðl og bara búið upp á að greiða til þín og bara sanna þig á markaði og þá hefur fólk þetta markaðsleið, en ekki aðeins eru áhrifin þau að þetta fólk kæmi inn á markaðin og gæti það fara að starfa við þetta, en þess ég pældi, við vitum báðir fullt af ótrúlega hæfum höfundum, blaðamönnum, hugsuðum, pælurum sem ættu náttúrulega bara að vera í fullir vinnu við þetta, sko. Þú veist, þeir eru að vinna við eitthvað allt annað núna, sko, eru í einhverju braski eða hvernig það er, sko, en ættu bara að vera í fullir vinnu við þetta. Áhrifin þar eru frábær, en líka áhrifin sem þetta myndi hafa á RÚV. Þannig að RÚV myndi náttúrulega þurfa að nálgast vinnuna sína öðruvísi, sko. Já, það verður þeir komnir í raunverulega sko, samkeppni þar sem þeir eru ekki í sko, dóminerandi stöðu. Ég sé ekki hvernig þið getur verið á móti þessu. En hérna, ég hef heyrt Siggo Andersen tala um þetta, nú ert þú að tala um þetta hérna, er þetta official og opinber stefna Miðflokksins? Eitthvað sem þið myndir setja í stjórnarsáttmála ef þið verið að fara að mynda ríkisstjórn? Ég hef ekki rætt að Simma, en ég held að Beggi hafi hreinlega verið bara að leggja þetta til, sko. Beggi er bara, já, þannig ég myndi segja að þetta væri stefna Miðflokksins, sko. Þú heyrir hvernig stefna flokkaði myndið, sko. Þetta er bara eitthvað, já, við erum til í þetta. Sérstaklega í þessu árferði þessum að þetta er að gera svo rosalega hratt. En já, er hægt að lesa stefnu Miðflokksins málið er að það þurfti einhvern veginn að kominu allir á nýjan vef, þannig að núna er þetta bara miðflokknum.is og þú getur bara að lesa þetta allt þar, sko. En svo sko eitt er stefna sem er þá á grundvelli einhverja ályktana á einhverjum landsfundum og hitt er svo bara áherslu mál fyrir kosningar, skilur. Þannig að það er ofta sem er kallað stefna, en stefnaflokka er náttúrulega ákveð fyrirbæri sem er svona einhver grunnstefna, þú veist, já, Sjálfstæðisflokknum er nú bara ákveðina landsfundi, skilur. En þið hefði líka talað núna í auglýsingum og svona þessa sérregna stefnu sem við erum að reka hér á Íslandi, en það svona er svolítið að grafast undan henni og því kallið það íslenska drauminn, bara allir eigi sér þak yfir höfuðið. Með hvaða hætti sjáu þið fyrir ykkur að koma því aftur á með krafti?
Sko, ég held að það skipti máli þá bara hver grunn hugsun hjá stjórnvöldum sko. Af því að ef að framtíðarsýnin okkar að auka hlutdeild leiguhúsnæðis á markanum, þá sko getur ekki allt verið í fyrsta sæti hjá stjórnvöldum. Þú getur bara haft eitt hlut í fyrsta sæti og ef fyrsta sætið meira leiguhúsnæði eins og það hefur verið, þá mun sko markaðurinn á endanum laga sig hægt og rólega að því. Við viljum hafa traustan og góðan leigumarkað fyrir þá sem velja og það líka fólk sem býr inn kannski bara tímabundið, þá meikar engan sens fyrir það að vera að kaupa sér hús, en sko kannanir sýna bara að bókstaflega allir vilja eiga eigið húsnæði. Það eiginlega bara, þú veist, við erum að tala bara 7% eða eitthvað sem svara því neytandi. Og hvað það náttúrulega á markaði eins og Íslandi sem hefur bara miðast við þetta, að þú eigir eigið húsnæði. Hvað hægt að gera alltaf stuðlega þessu? Þú veist, það eru mjög margvíslegar aðgerðir, til dæmis sko séreignarsparnaðurinn. Það að segja sko að því stjórnvöld, mín skoðun ekkert að stjórnvöld bara eitthvað fara inn á markaðin og byrja bara að krukka eitthvað harka líjónu. Ég tala bara það sem stjórnvöld gera, að það miði að því að hvetja til þess að fólk eignist eigið húsnæði. Þannig að það sem stjórnvöld gera, séreignaleiðin, þannig að sparnaðurinn, þar sem að fólk raun og veru venjuleg fjölskylda, ég held að það sé spurningum alveg 60-70 skall á mánuði, sem þau ná að leggja inn á láni sitt, bara til þess að í raun og veru að því að sko, það munar minna þegar núna vextirnir losna hjá fólki og þeir hafa verið að losna núna 24, að losna núna enn meiri 25, það sem að svona dæmi gert ég held að ég sé að fara að fá skell í fangið bara upp á mörg 100.000 á mánuði. Klukkan 10 var hjá mér líka, bara í voru eitthvað. Og þá munar 60-70.000 sem ríkisstjórnin ætlaði að taka af. Nú eru sjálfstæðismenn að láta eins og þetta verði áfram og ég held að þeir séu búin að ná í gegn að þetta verði framlengt. En við erum að segja að sko það bara búið að skoða málið, það bara búið að skoða hvernig ríkisstjórnin hefur hæðað stuðningi til húsnæðis og þetta hefur bara verið í bara stuðið við eigendur, bara stuðið að leigjendur. Þetta hefur bara verið að fara alveg svona sko. Þannig að við viljum bara almennt snúa við. Það eru mörg önnur tæki sem ríkið hefur. Það til dæmis bara að hafa þessi hlutdeildarlán þannig að fólk geti notaði. Þau eru náttúrulega svolítið skrítið fyrirbæri, þar sem að ríkið lánaði fyrir útborguninni en á þá bara hluti í íbúðinu með þér og svo þegar þú selur þá greiður borgarríkið út en þetta bara í raun og veru sko að því að í þessu hækkunar ástandi þá vill fólk bara einmitt fá leið inn og svo restin útfærslu atriði þegar þau selja sín eftir nokkur ár þá missaði þannig að hluta af eigin til ríkisins og ég sá einhverja frétt daginn það sem að var mitt verið að segja sko þessi kona og svona það hljómaði smá eins og það var eitthvað skrítið við það þú veist, ég held að það verið í mókanum, en ég veit ekki hver ætlunin hjá þeim var svo sem, en það var eitthvað svona, keypti með hlutdeildarláni og seldi nokkrum árum síðar með 7 milljóna hagnaði. Já, einmitt, svo þetta. Sko, óháð hlutdeildarláninu, þá hefði við komandi selt með þessum sama hagnaði. En ef hann hefði ekki haft hlutdeildarláni til að fara að inn, þá hefði hann verið að borga Ragnari Þór Ingólfssyni í Bjargi, þannig fyrir að leigja, og Ragnar hefði heyrt þessa hækkun. Það er rétt. Skilur, þannig að viðkomandi fær þá þessa hækkun og fær þá þessa, sko, þessa tilfinningu og sjálfsvirðingu sem fylgir því að vera húsnæðis eigandi. Þú ert bara með ákveð grunn öryggi. En það er ótrúlega erfitt að í raun og veru hjálpa öllum inn á markaðin núna. Það er ótrúlega mikil eftirspurn og lítið framboð. Og sko eins og byggingadæmi lítur út, ég var að skoða þarna hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þetta er smá svona, þú veist, já, það er eitthvað svona, þú veist, það er verið að byggja, þú veist, ekki jafn mikið á þarf, en það er svona verið að byggja í áttina að því núna, 23, 2, 24 og svo bara þetta að lækka, sko, af því að það er bara, við erum í raun og veru höfum bara eiginlega ekki séð það versta ennþá í þessum málum, sko, þannig að, og hvað þá þegar, einmitt, þú þekkir þetta, þegar vextirnir eru lækkaðir, þá byrjar fólk að kaupa aftur og þá kemur aftur þrýstingur á markaðinn, skilur. En ætti ríkið að reyna að gera eitthvað á, sem sagt, framboðsliðinni? Já, sko, ekki byggja sjálft, en stuðla að því að fólk geti byggt, einstums við höfum talað fyrir því að fella niður, sko, virðisaukaskattinn á verkstað upp í 60%, þetta var 35, sett í 35, var í 60, sett í 35, við viljum fara aftur með þetta og í þeim sem ég heyri á byggingamarkaði þá þetta bara bókstaflega lykil munur gagnvart verkefnum, hvort þú ráðist í það ekki. Vegna þess að þegar við tölum um það, við þurfum að átta okkur á því líka, þegar við tölum um það, sko, akkur er fólk ekki að byggja, það er bara eins að það getur ekki fjármagna verkefni sín, það þorir ekki að taka lán fyrir meiri háttar byggingaverkefni á 14-15% vöxtum með óvissu um það, sko, hvernig markaðurinn verður, hvernig gengur að selja og þá eru menn bara að fara á hausinn og
fólk vil ekki fara á hausinn, sko. En hinn þátturinn, það annars vegar fjármögnunin, en hinn þátturinn sem líka bara, sem allir nefna, eru þessar lóðir. Það einhvern veginn að bara gera það, sko. Menn segja að ríkið eigi sletta lóðum sem hægt að koma á sveitafélögin með einhverju svona skilur að þessu verði deilt út eða að verði ekki of dýrt. Það þarf bara einhvern veginn að efna til almenns átaks og samstarfs, þar sem að fólk byrjar að vinna saman að þeir láta hlutina gerast, sko. Sigmundur Davíð viðraði alveg hreint frábæra hugmynda mér finnst í spursmálum núna í síðustu viku, þar sem hann talaði að nýtt hugtak, það var hagræðingarkeisari sem er auðvitað þessari fyrirmynd sem við sjáum núna í Bandaríkjunum, þar sem að Elon Musk hefur verið ráðinn inn sem hagræðingarkeisari sem á að taka til í opinberum fjármálum og menn hafa mikla trú á því að það er eftir að geta gert gott mót. Já. Hvernig lítur þú á þetta mál? Já, sko, það er náttúrulega, það sem er áhugavert við þetta er þessi pæling með að í raun og veru taka eitthvað mjög veigamikið og mikilvægt verkefni á vegum stjórnvalda og þú ert ekki að hætta að treysta gamla góða fólkinu fyrir því, heldur eftir einhvern veginn að fá alveg nýjan og ferskan andblæ inn í verkefnið. Hann talaði að það væri mikilvægt að þetta yrði einhver aðili utan stjórnkerfisins, ekki úr stjórnmálunum og ekki úr stjórnkerfinu. Og hann nefndi reyndar nöfn eins og Heiðar Guðjónsson og Guðmund Fertram sem eru viðskiptamógúlar. Já, ég held að sé til rosalega mikið af rosalega færu rekstrafólki í atvinnulífinu sem hefur farið inn í fjölda fyrirtækja og snúið hluturum við. Það er fullt að dæmi til þetta. Birgir Jónsson sem var hjá Play sem hafði tekið Íslandspóst í gegn fyrir ekki löngu síðan. Og ég vissum að ef við fengjum einhvern reynslumikinn úr atvinnulífinu og spurðum bara hvað fólk hefur verið að gera þetta, þá eru bara fólk með lista af hæfu fólki. Ég held að Sigmundur hafi myndað svona hópa utanum til dæmis í tengslu við fjármálahöftin og hrækamarsjóðina og þá var fengið bara fólk alveg að utan, sko, kannski 4-5 manna hópar sem bara fóru þá bara í fullt starf við þetta, sko, við eitthvað ákveðið. Mér finnst þetta alls ekki galin nálgun að í raun og veru fá fólk utanakomandi til þess að, sko, nálgast málin af minni tengingu og hagsmunum við náttúrulega þá sem fyrir eru, skilja, því að embættismenn eru hluti af sínu eigin vistkerfi, stjórnmálamennirnir líka og þeir eru með sína hagsmuni, en ef eitthvað svona fólk væri bara, í raun og veru þeirra aðdáendahópur væri bara almenningur, sko, þú veist, af því að það er spurning hver er að styðja þig, sko, og hver er að hvetja þig áfram, sko, ef það verður ekki kerfið, þá þarf einhver annar að gera það, sko, þú veist, þú getur ekki verið einn í þessu, þannig að þá þarf að vera þá stjórnmálamennirnir sem fá þig inn og svo almenningur. Sko, ég var heima að mér í gær og það er svona, ég flutti að hana á síðasta ári, örugglega fyrra þessu ári og nú er komið vetur, þannig að þetta er svona fyrstu frosthörkurnar mínar í þessari íbúð, það er skítkallt alls staðar og ég er búin að reyna að stilla einn opn og einn opn byrjar að banka svo svakalega þegar þarna, ég stilla hann herra upp og svo er annar, það er alltaf kallt, svo er samt, sko, þú veist, hlýtt inn í herbygginu en skítkallt á gangi og eitthvað og ég er bara eitthvað svona að klóra mér kollinum yfir þessu núna þegar það er svona ógeðslega kallt úti, hvernig ég á að kynda mína ágætu íbúð. Ég er með alltaf opnana, það er allt til staðar, ég þarf bara að fatta réttu stillinguna og þarna gera þetta. Og ég hugsaði maður hugsaði líkingu, sko. Þetta er að mörguleiti einhvern veginn, skilur líka það sem við erum með í ríkisrekstrinum og rekstri samfélagsins á Íslandi. Við erum með allar forsendur, það eru allar opnar á sínum stað, þá alveg vera hægt að kynda þetta, þá alveg vera hægt að gera þetta vel, skilur. Ég þarf ekkert að fara að kaupa eitthvað svakalega nýjan opn eða selja frá mér einhverja opna eða endurskipuleggja allt. Það er bara, ég þarf bara að finna stilla þetta rétt. Stillingarnar. Og ég hugsaði þetta með stjórnmála. Þetta er að mörgu leyti svipa verkefni. Þú þarf bara aðeins að stilla þetta rétt og þá þarf að stilla eitthvað annað líka rétt á móti og eitthvað annað þriðja og áður nú veist að ertu bara komið með þessa 22-23 gráður, skilur það sem öllum líður vel, sko. Og ég þú veist, þess vegna erum við alltaf með þessa umræðu, sko, þú veist, hvað ætlar að gera, ætlar að selja þetta og greiða þetta niður með þessu og þú veist, augljóslega er það umræðan þessa þætti sem við erum að ráðast í, sko, en heildarmyndin er þetta að líka að þú getur verið með allt til staðar eins og í þessu húsi sem ég er að tala en að það sé skítkalt og fólki líður ekki vel, sko. Það getur gerst að það sé samt allt staðar, þú ert bara ekki búin að fatta stilla. Og virðist vera þannig í mörgum stjórnkerfum. Já, og þarna, en ég er samt heldur ekkert, sko, svona, þarna, ég er heldur ekkert einhver harður á bara að ríkið eigi bara ekki gera nokkuð skapaðan hlut, sko. Á Íslandi þá hefur ríkið gert margt með sóma í gegnum tíðina. Ég held að sko að þegar við vorum, ég man að við tók viðtal við David Friedman sem er sonur Milton Friedman þegar hann var á Íslandi og ég spurði hann
spurningar. Ég spurði hann sérst, ég tók viðtalið hann áður en hann hélt svona rappfund með fólki á vegum samtaka sem Hannes og þeir eru með. Þá spurði hann í lokin, sko, eða ekki í lokin, ég var að spurði hann svona, þú veist, að því hann mikill áhugamaður sem sagt miðaldasöguna og sko út frá svona frjálshyggju sjónarmiðum, hvernig allt var hérna í fornöld, af því að við vorum með mjög sérstakt kerfi, dreifstýrt kerfi, ekkert miðlægt ríkisvald, heldur bara góða kerfið. Og hann hefur rannsakað þetta fræðilega sko, bara út frá því að hans kenning alltaf svo að þú þurfir ekki miðstýrt ríkisvald til þess að reka gott samfélag eins og sannaðist hérna á fornöld á Íslandi sko, ekki það fór náttúrulega allt út þúfur þegar menn og vega hvern mann og annan já og svo fór það á böndunum og það endaði á að við fórum undir Noregskonung en sko það sem ég var að segja við hann er markaðslögmálin og íslensk tunga skilur markaðslögmálin ekki að vinna með okkur þessa dagana skilur, þau eru gegn okkur núna. Ef við lítum á markaðslögmálinu núna, þá eru þau á þann veg að við erum mikið innflutt vinnuafl, það miklu einfaldara að tala við tækin á ensku, alþjóðavæðingin á öllum stigum og sviðum, heimurinn að opnast svo rosalega stafrænt út í allar áttir, maður á jafn mikið sameiginlegt með 30 Hollendingi og maður á með Íslendingi, skilur, kannski á maður meira sameiginlegt með 30 Hollendingi sem að skoða sama draslumaður á netinu en maður á með nýræðum Íslendingi, skilur þú veist, það alls konar svona allar hliðar og hæðir verið að bara, skilur, raska öllum þannig að markaðslögmálin ekki með íslenskunni og ég segi þetta við hann og hann segir það bara, að því hann svo mikið frjálshyggjumaður hann segir það bara, þá verður þeir bara að tala ensku þá bara deyr íslenskan sko. Og hann svona absolutisti í þessu sko og ég sagði þetta við hann í viðtalinu, var að tala við hann og svo fyndið, síðan bara á sama fundi þá var Hannes Hólmsteinn og spurði að þessar sömu spurningu eiginlega í lokin, sko, með íslenskuna því ég veit að Hannes elskar íslenskuna og ég veit að Hannes trúir á markaðslögmálin skilur, þannig að þetta er ill samræmanlegt í seinni tíð þú veist, og það eru bara þversagnir okkar lífs, við lifum bara við þversagnir, það er að segja maður trúir á að markaðurinn geti og frjálsvilji fólks og samtakamáttur geti leyst stór verkefni en ákveðin mál þurfi að vera á einhvern hátt undir einhverju forræði, einhvers afls og einhvers valds sem bara öflugri en markaðurinn og ræður meiru, sko. Það hefði skrítið. Þú ert illa vinstri grænn hvað varðar, sko, ríkis inngrip í íslenska tungu. Nei, ég meina hugsa þetta bara þannig, skilur, ríkisvald mótað utan þjóðerni, skilur. Grunnur þjóðernis tungumál, þannig að það er raun og veru bara hagsmunir En ekki hægt að einhvern veginn á markaðslögmálin til þess að vinna betur með íslenskunni? Ég alveg sammála því, ég bara raun og veru að verja hana þátt sem þessi þáttur að mér finnst samt að ríkisvaldi að vera mjög ákveðið í því að það sé tölu íslenska, skilur hvað við? Já, þrátt fyrir aðra hvata, sko. Það þýðir ekki og íta þá undir markaðslögmál sem að hjálpi íslenskunni nákvæmlega og það hefur sko eitt af því fáa sem hefur verið vel gert í málefnum íslenskunar á vegum stjórnvalda og það hefur að mörgu leyti reynda verið einkaframtaki sem hefur ítt undir það líka þessi máltækni í raun og veru að búa til forsendur til þess að þegar tæknin kemur eins og hún komin ég meina að prófa að fara í ChatGPT og segja bara þú veist, heyrðu, segðu mér aðeins frá skattþrepinu á Íslandi, skilur á íslensku, getur maður sagt þetta á íslensku bara fullkomnar upplýsingar sækir á rétta staði, svarar þér á lítalausri íslensku, þú veist, þetta bara stóra byltingin á okkar tímum það hefur verið vel gert en sko, já, hvað voru að tala um? Já, markaðslögmálin og íslenskan þú veist, ég held að sko, þarna þurfi ríkisvald að vera mjög skýrt sko, að það kemur ekki til greina að hér verði enska að neinu leyti opinbert mál eða verði hluti af stjórnkerfinu eða neitt svoleiðis í meira mæli en nú þegar. Það eru pólitískar ákvarðanir sem að liggja þar baki. Og það þarf bara að vera mjög skýr og það er verkefnið, sko. En hérna, einmitt, tölum aðeins það, sko, margir eru bara svona alþjóðavæðingarsinnaðir og tala að þjóðlega sé í raun og veru bara neikvætt fyrirbæri og við eigum alls ekki að vera að hampa einhverjum sér íslenskum gildum en þú telur þetta mikilvægt hvers vegna það mikilvægt að við séum að vernda íslenska tungu og íslensk gildi jafnvel? Mér finnst sko að ég sá okkur kvikindislegan vera að setja einhver mím núna á Twitter nýlega þar sem að það var einhver aðili sem var að segja bara, þú veist, heyrðu, þetta þjóðríkis dæmi bara uppspunni frá rótum, skilur heilaspunni, þetta á enga stoð í
veraldlegum veruleika og þetta bara einhver heilaspurn í manninu, en síðan þessi sami að segja, þú veist, frjáls Palestína, hjálpum Úkraínu og Kúrdar eru þeirri stöðu og þetta er þjóð og við þurfum að hjálpa þeim og Katalónia á að vera sjálfstæð og svo framvegis. Það oft þannig að fólk sé tilbúið að styðja þetta annar staðar sko, en ekki heima fyrir. Það mjög sérstætt. Ekki að ég sé að líka okkar baráttu á neitt hátt við þessa baráttu. Ég bara að segja að við erum engu síður í ákveðinni baráttu. Það mikill stigsmunur, en kannski ekki algjör eðlismunur alltaf. Þó að stundum sé eðlismunur, en þess að fólk bara búið að vera í alvöru styrjöldum öldum saman, en við erum náttúrulega höfum búið við frið. En engu síður þá ég, og ég hef lýst í að það sótt að tungumálum okkar. Og það bara ákveðna svona margbrotnar, dreifstýrðar ástæður fyrir því. Við erum ekki, það ekki einhver einn sem ákveður eins og í tilvikum þessara stríðshrjáðu ríkja sem ég nefndi, það ekki einhver einn annar ríki sem ákveður að ráðast inn, sko. Við erum bara með aðstæður sem geta orðið svona eitur af kokteill, sko, af einmitt alþjóðavæðingu, af ég tel að sé líka til svolítið hættulegt ef þessar hugmyndir ná yfirráðum að þetta skipti engu máli, sko, við erum bara fólk, skilur, við getum bara að tala saman og við getum speak in English, skilur. Skiptir engu máli. En bara það bara ekki ég, skilur, mér finnst það svo leiðilegt að tala á ensku heima hjá mér á Íslandi, skilur, ef það svona, ef ég finna það einhvern veginn, ég finna alveg að viðkomandi myndi vilja geta að tala við mig á íslensku, en hann hefur einhvern veginn ekki haft aðstæður til þess eða ekki verið hérna nógu lengi, sér kannski ekki nógu fram á nógu langa framtíð á Íslandi til þess að telja að borga sig að leggja það á sig. Það er mega mál að leggja það á sig, að læra tungumál og ég þekki það, en engu síður þá, þú veist, já, það er mjög margt í þessu, sko. Það er mjög margt í þessu. Ég myndi segja að þetta túlkað bara sem hálfgerðar hægri öfgar í dag. Já, ég held samt að 90% séu sammála því að við verðum að verja tungumálið. Ég held að allir séu 90, ég held að 99% séu sammála því sem tala íslensku. En það sem getur gerst að það myndist svona pólitísk viðkvæmni fyrir því að tala málaflokkin, eins og ég hef upplifað mjög mikið og ég hef oft hugsað, sko, þessi haturömmu viðbrögð sem ég fæ fyrir að segja, sko, ég tala aldrei af andúðum nokkurn einasta mann, sko, ég bara benda á einhver vandamál sem bara augljós sem skólakerfi, það sem bara tifandi tímasprengja af fólki sem næri ekkert að læra tungumálið í skólakerfinu, sem frum hlutverk skólakerfisins að jafna landsmenn, þannig að þau komið svona, það er aldrei raunhæft, það er ákveðin útópía að allir sé að fara að koma jafnir út úr skólakerfinu, en það svona eitthvað sem líkist jöfnum tækifærum, skilur. Hvernig fannst þér það einmitt að svona reyndur stjórnmálaleiðtogi eins og Svandís Svavarsdóttir hafi verið að spyrða því saman við eitthvað svona hatursöfl og... Já, ég meina, sko, þú veist, ég held að fólk bara festist í einhverju orðræðu, sko, þú veist, ég held að Svandís meini það ekkert að ég sé, eða sko, vissulega þurfti ég náttúrulega að taka hana á orðinu, en þetta var það sem hún sagði, sko, en skilur, ég held að þetta fólk meina, hver ætlar að segja að ég sé fullur af einhverju hatri, ég bara, skilur, það getur enginn vitnað um það, sko, ég bara hati ekki neitt, sko, þannig að þetta pólitík, við erum að tala, það verður að nota þetta í pólitísku tilgangi til að þagga niður fólk, að saka þeim eitthvað hatur. Það ódýrt bragð. Já, og mjög afvopnandi, og ég var að við notkun á þessu hugtaki, en þetta rosalega, sko, þú veist, segjum að þú vinnir í einhverju opinberu kerfi, þú tjáir þig einhver mál og það koma einhverjir starfsmenn, jafnvel undirmennið þínir eða einhverjir og segja þú sérst að stunda hatursorðræði. Þetta rosalega áhrifamikið, sko, á þig. Þú ert bara, heyrðu, Guð minn góður, ég að stunda hatursorðræði. Það oft talað um hatursorðræði sem bara eitt stærsta megin okkar samtíma og annað eins bara. Þetta illmenni sem að viðhafa hatursorðræði annað eins, sko. Þannig að mér finnst það ábyrgð hlutur, sko. Ég náttúrulega var eitthvað að tengja það við bara einhverja ákveðna örvæntingarstöðu hjá Vinstri grænum, sko, að vera að ráðast að mér með þessum hætti, sko. En ég bara þeir eru líka allir að tala, allir fyrir þessa inngildingu, að búa til nýja orði við það að hjálpa aðfluttum að aðlagast samfélaginu. Eða láta samfélagi aðlagast þeim. Já, það er spurning hvað það á að gerast. Mér finnst að við séum með ákveð dæmi í gangi hér og við bjóðum fólki inn í það og þá tekur þátt í því, horfur á skaupið með okkur áramótin, eitthvað svona, skilur. Það er menning hérna, sko. Við gerum hluti, við höfum okkar menningu. Það er ekkert eins og það sé bara ekkert hérna. Ég var í skólakerfinu, þú veist, ég var í grunnskóla, ég var í Hagaskóla frá 2010 til 2013 og í Vesturbæjarskóla fyrir það. Og þar var alls konar fólk frá alls konar löndum líka, en þá oft kannski svona 2-3 í bekk kannski og það voru Pólverjar, það voru Tælendingar, það var
það var svona fólk úr ýmsum áttum, sko, en sko, hvergi nærri að því að sko, síðan bættust eða 80.000 við í landið, sko, þannig að þetta hefur aukist mjög mikið og sko, bara þá þegar þið voru svona fáir þá var oft ekkert sjálfsagt að þeir næðu almennilega einhvern veginn inn í íslensku vinahópana, það voru 100.000 dæmi að það gerðist bara oft en stundum ekki og þá tengdist að þessu að þeir eru kannski ekki náð fullkomnum tökum á tungumálum en þess að móðumáli heima fyrir var eitthvað annað og þetta var aldrei sko óska staða hjá neinu, það vildi allir að þetta fólk myndi það verður til svona aðgreiningar já, og stundum hópaði það sér saman eða bara einangraðist eða datt út einhvern veginn, þú veist. En segðu mér eitt, ég veit að þú fylgist mjög vel með og nýafstaðnar forsetakosningar í Bandaríkjunum eru búin að vera mikið í deiglunni og þar hafa verið sko, já, svona ótrúlegar fylkingar sko út allan heim sem að fylgjast með því og hvernig túlkar þú bara hreinlega sko Trump nær hérna þessum stórsigri þrátt fyrir að vera með alla á móti sér í stjórnkerfinu, í Hollywood-elitunni, í meginstraumsfjölmiðla og sko bara búið að lögssækja hann og bregða fæti fyrir hann í öllum skilningi þess orðs, reyna að drepa hann og allt þetta og hann sigrar samt svona rosalega stórt og það einhver svona, ég var að horfa á sko UFC helgina, þetta sko stemningin einhvern veginn þegar hann kemur hann inn og sástu þetta? Já, ég sá klippa á þessu. Hann þetta með Dana White og Elon Musk og svo John Jones sem að sigrar bardaga sinn sko bara tilengar í raun og veru, þú veist, það bara fyrsta sem hann gerir að bara preisa Donald Trump og gefa honum belti sitt og það eitthvað svona rosalega stemning í gangi. Þetta hvernig túlkar þetta alls saman? Hvað að gerast þarna? Sko það náttúrulega, það hafa margir reynt að túlka þennan sigur Donald Trump og það mjög flókið að skilja þetta fyrirbæri sem þessi maður sko. Hann er mjög einstakur að mörgu leyti og kveikir upp einhverja tilfinningar í fólki annarkvort afar neikvæðar eða afar jákvæðar. Það ekki mikið þetta á milli, en það sem þetta á milli náttúrulega það sem réði úrslitum í þessum kosningum. Það þetta fólk sem sko áeiginlega ekki verið til, sem hefur svona eitthvað tiltölulega hlutlausa afstæðu gagnvart Trump, bara allt í lagi með hann sko, en hann er svo polariserandi fígúra í þeim skilningi að hann bara skiptir fólk í tvennt, hvort það fílar hann eða ekki. Sko, fólk kýsa hann ekkert allt af því að það vill hann, sko. Það kýsa hann bæði af því að það vill ekki hitt, eða bara af því að hann svona, ef eitthvað líklegri til þess að svona aðgerðið. Ég held að það sé rosa sterkur þráður í þessu, það raun og veru að stórum hluta, þöglum meiri hluta jafnvel, svo má segja, sko hafi fundist bara Bandaríkin vera á sko hraðri leið einhvern veginn í ræsið og hann sé þó þrátt fyrir sko að vera með óheflað málfar og svona þá sé hann samt einhvern veginn að draga Bandaríkin aftur til einhvers konar sko sanity eða svo má segja. Það eru margir sem upplifa það og vafalaust en óheflað málfar hefur náttúrulega líka alveg viðgengist af hálfu hinna sem hafa náttúrulega verið að líkja honum við Hitler og fasista og annað eins en síðan var fólk að mynda að segja þegar síðan Joe Biden og Donald Trump voru að hittast þannig í Hvíta húsinu til þess að ræða hvernig þeir ætlaðu að gera valdaskiptin og láta þeir fara friðsamlega fram hefði Joe Biden þarna átt að gera það við eitthvað sem var að kalla Hitler fyrir viku skilur, það þó ekki ábyrgð hans að þarna koma einhvern veginn í veg fyrir valdaskiptin bara hvað sem það kostar sko ég veit ekki, ef þetta Hitler, ef það rétt sem þau voru að segja allan tíman, skilur þannig að það var ákveðið áróðusbragð sem að situr eftir í fólki að þetta sé alvöru fasisti hitt eru utanríkismálin okkar Íslendinga og ég hugsa aðalega alltaf sem stjórnmálamaður á Íslandi núna, hugsa ég alltaf bara aðalega okkar hagsmuni og margir segja og tala, það mikið rætt Donald Trump í þessu alþjóðlega varnarsamstarfi sem við erum í sko, Donald Trump var náttúrulega að mörguleiti saman hvað hver segi þá var hann höfðu hans orð ákveðið forspárgildi þarna 2018, það til myndbönd af því þegar hann á NATO fundum að segja bara við erum ekki að fara að borga fyrir eitthvað varnir í svona miklu mæli lengur nema þið aukið framlög og það var aldrei hlustað á þetta eða svona ekki allan að verulega en síðan vöknuðu menn upp við vondan draum þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu og þá fara allir að auka þessi útgjöld í takt við það sem Trump hafi verið að krefjast þannig að sko Trump ég er ekkit svona viss að hann sé
að fara að veikja varnir Evrópu á einhvern hátt ef að við erum á... Það sé algjör rángtúlkun. Já, eða allan á fólki sem að segja það hann, er það ekki það fólk sem að tala fyrir að við aukum útgjöld til hernaðarmála og var hann þá ekki fyrst til að segja það? Einmitt. Þú veist, við á Íslandi erum, eins og einhver orðaða, Ariel Pétursson, góðkunningi minn, orðaða sko flugmóðurskip á miðju Atlantshafi. Við erum bara í sturlað góðri stöðu, gagnvart sko hagsmunum voldura aðila sem vilja fá eitthvað frá okkur og við fáum þá eitthvað í staðinn. Við eigum bara að halda mjög góðum samskiptum við Bandaríkin, gera góðan viðskiptasamning, stunda góð viðskipti, skilur, þeir eru að reisa núna tollamúra, skilur, Trump er svolítið tollakall, skilur, þá þurfum við að segja bara, hvað viljum við gera? Við þurfum bara að díla. Já, en svo erum við með ES hinum eina okkur, sko, þannig að ég held að ES vil ekki heldur að við séum einhverjum svakalegum dílum, við þurfum bara, ég þekki það ekki nákvæmlega hvernig það allt sko, en við þurfum bara að díla, skilur, en ekki að vera einhvern veginn að falla í einhverja örvæntingu yfir því hvernig málin að þróast, sko. Ég hef bara fulla trú að við getum átt bara með góð samskipti. Ég held að við hefum eftir að, sko, ná betur utanum allan þennan Trump-isma og þetta tímabili í bandarískum stjórnmálum, þá við hefum eftir að reykja á eftir að setjast og við hefum eftir að sjá þetta einhvern veginn frá fleiri hliðum og ég held að sé að einhver stórkostleg umskipti eiga sér stað sem við erum ekki alveg ennþá búin að átta okkur á. Ég ætla að vona líka þannig að ég takja fram. Ég vona að honum auðnist að miðla málum þannig, vegna þess að þetta allt, þessi átök stórveldana eru öll spurningum málamiðlanir og samskipti. Ég vona innilega að honum takist að þoka málum í friðarátt á þessum helstu vígstöðum, sko. Tek undir það með þér. Í lokin, áður en að við kveðjum, þá þú ert með þína fyrstu bók, Gummi, sem er ævisaga eða... Já, eða svona frásögn. Frásögn Guðmund Hafsteinsson frumkvöður. Og við byrjum nú alveg að byrjunni þarna. Ég ritaði þessa bók í samstarfi við Gumma, sem er, eins og stendur hann á kápunni, já, svona líklega einn sá Íslendingur sem hefur náð hvað mestum frama í þessum stóru tæknifyrirtækjum í Kísildal í Kaliforníu. Hann var þangað fyrir örfáum árum, var hann bara mjög hátt settur hjá Google þegar þessi gervigrindabylting er að eiga sér stað þar og þessi raddtækni sem ég var að tala máltækni öll þessi. Hann var í henni bara frá því að Google byrjaði að pæla í þessum málum og vann hjá Apple, vann með Steve Jobs, vann með öllu bara mjög merkilegu og háttsættu fólki í þessum bransa. Þannig að ég sem sagt bara byrjaði að skrifa þetta með honum núna fyrir á þessu ári. Hann hefur verið eða svo komið inn í verkefni, sko, það hefur verið í vinnslu lengur. Kláruðum bókina. Ég er nú bara í þingframboði en í jólabókaflóði líka. Við erum bókaþjóð, ég meina það En magnað og skildir hafa náð að klára þetta. Já. Öll þau verkefni sem að snúa þér. Það var mikið afrek en sko frá þeim sem hafa lesið þetta, þá er þetta mjög skemmtileg frásögn og að mörguleiti er hún líka, þannig að fólk átti sig líka á því að þetta er ekki bara sagt, hans feril sem er rosa áhugaverður. Hann fyrir hann í MBA-nám í Bandaríkjunum, byrjar að vinna á Google, byrjar að vinna hjá Siri og svo Apple og ég veit ekki hvað. Þetta er líka bara saga tækninnar og hvernig hún hefur sko umbylt samfélögum okkar. Ég meina, ímyndaður þessa síma, ímyndaður þessa tölvur og ímyndaður bara þessa græjur allar hér, skilu. Þetta er allt að nynni þessari bók. Hvernig þessi fyrirtæki ætla að verða til, hvernig þau byrja að verða svona voldug og rík og áhrifamikil, hvernig vöru þróun virkar innan þessari fyrirtækja, af því að þetta er ekki tilviljan í þessu. Það eru fleiri tugir ef ekki 100.000 að vinna hjá þessum fyrirtækjum við að verða betur og betri og hann var bara hann í fremstu víglínu, sko. Þannig að þetta er bara, ég mæli hjartanlega með þessari jólabók, Gummi, saga Guðmundar Hafsteinssonar. Ég verð að viðurkenna, ég hef bara ekki heyrt um hana mann áður og hvernig kemur þetta inn á borti þín, hvernig færðu áhuga á að skrifa þessa bók? Já, við förum bara spjallaði saman og þetta verður niðurstaðan. Gummi er núna stjórnarformaður Iceland Air, hann er líka með svona alls konar tækniverkefni í gangi hjá sér sjálfum, hefur búið á Íslandi í nokkur ár núna og er bara búsettur, bara nágranni minn og er í raun og veru, já, ég myndi segja einn af þeim Íslendingum sem hefur hvað langmesta innsýn inn í þennan bransa og ég veit að margir hafa áhuga á þessum bransa þessa dagana. Mikið af venjulegu fólki sem hefur ekkert verið að spá í tækni hingað til, sér þetta gerast með gervigreind, sér hvað er að gerast með samfélagsmiðlana, þú veist, Musk að kaupa X, þú veist, hvernig það hefur breytt öllu líka, allar þessar stóru hreyfingar í þessum bransa eru komnar nær okkur og mér finnst þess vegna fannst mér svo ógeðslega áhugavert að skrifa sögu þessara helstu fyrirtæki, sko, inn í þessa bók í raun og veru, sko.
Til hamingju með það, til hamingju með þína fyrstu bók. Já, takk fyrir það. Og megi þær verða fleiri, ég var náttúrulega að lesa og hlakka mikið til. Ein bók á ári, væri það ekki? Mér finnst alveg, sko, maður getur alveg skrifa eina bók á ári, sko. Þú ættir að fara að skrifa bækur líka. Já, ég væri alveg til í að geta hrista fram úr erminni. Ekki að ég gruni þig að hafa neitt tíma. Nei, það ekki mikið af þessum tíma, en hver veit, einhver tíman. En fyrst og fremst þá vil ég óska þér bara góðs gengis á þeirri vegferð sem þú ert núna og ég ekkert að reyna að leyna því. Ég vona að þið í miðflokki eftir að ná góðum árangri og mér finnst einhvern veginn eins og þú sagðir áðan, Sigmundur vera, það eru vonir sem standa til þess að hann geti komist aftur til áhrifa. Það gekk vel síðast þegar hann var forsætisráðherra meðan það var. Og ég held líka hérna í lokinni mitt að þú ert að tala um Sigmund og hans áhrif, ég held að þetta séu tímar í Íslandssögunni þar sem við þurfum fólk eins og hann, sko, sem þorir að ráðast í verkin. Takk hérlega fyrir að fá mig, bara gaman að vita af þínum stuðningi og þið sem eru þarna heima, þið hugsið ykkar gang, kjósið rétt. Takk fyrir sömuleiðis, Snorri Másson. Takk.